eitt ferðalag sem maður svona vildi nú ekki lenda í svona dagstaglega. Að Kristinn Olsen var flugstjóri, ég var kóari en það var þarna suðvestur af Grænlandi nokkuð sunnarlega þó að við vorum á leiðinni frá Gandir heim til Reykjavíkur og það byrjaði að hlaðast á hana og Kristinn ákvað að við skildum reyna að hitastigið breyttist lítið með hæð en við vorum búin að vera í eitthvað svona 6.000 og okkur tókst að brjóta af eftir að var búið að safnast mikið á vangi að þá tókst okkur að brjóta af belgjánum og þar með gátum við farið að klifra sko, hún var orðin það þung þarna í fyrraskipti þarna með minnir að vera í 6-7.000 fetunum og það var nú mikil statik í tækjunum, þetta voru háftæki þannig við höfðum ekkert samband, ekki manni til þess. Þannig að það var ekkert verið að spyrja það í sambandi við hæðir, það var að gera það sem að það bara þurfti og þar með eftir að var búið að létta þennan mikla ís sem á henni var að þá sem sagt byrjaði hún að hækka með því að vera á mesta klifurafli sem að vélin þoldi en þetta gekk nú svolítið vel til að byrja með en ég man þegar við komstum rétt yfir 11.000 fet að þá var það búið sko, það var alveg sama vélin þoldi ekki og hreyflarnir voru meira að segja farnir að minnir að yfirhita sig sko á píning og við vorum á góðum klifurhraða, meira heldur en eðlilegt má teljast út af ísnum sem var komin á, sem var orðin eins og svona þykkur sko, við sáum á gluggunum að þetta voru svona, komin svona hjúpur sko, fyrir framan gluggana, þetta var meira heldur en, þetta var ekkert skæni sko, en 4-5 tommur á framur og ég var eftir þessum túri, ég var í honum með okkur, ég var að kynna. Var það? Já, svona það. Og þar með hætti vélin að bara, hún náði ekki meira og svo bara stallaði vélin þarna undan okkur sko, þannig að það var bara, hún var það ég man ekki hvað bratt hún fór en hún gat ekki haldið þarna hæðinni sko og og ég man nú ekki nú manst þú betur Dagfinnur, í hvaða hæð urðum við svo að fara í til þess að Mig minnir það bara, við vorum komnir austur fyrir Grænland, þá var það bara 6.000 fet eða eitthvað þú veist. Ég geti trúað, við fórum úr 11.000 fetum bara eiginlega eins konar, hún bara flaug ekki þarna vélin sko, bara niður, það var ekkert annað að ræða og til allar hamingu gengu nú mótorarnir í þetta skiptið alveg hreint og held út og mig minnir að í 4.000 fetum, mig minnir það að þá fór ísinn að fara af sjálfsdáðum sko, þá var veruleg hitabreyting, þetta tilbatnaður.
en maður vildi nú ekki lenda í mörgum svona túrum. Nei. En þetta nú svona ein hugmynd, en þetta var, sko, okkur fannst þetta kannski ekkert svo voðalegt. Þarna við vorum þessu vanir, það er að venjast inn á þessu eins og... Já, maður gæti alltaf búist við þessu. Menn urðu, svo spjallaði hver við annan og við lærðum heilmikið hver af öðrum, hvernig skildi bregðast við. Já, sjálfsagt. Það voru nú eiginlega mestu bókmenntirnar í sambandi við þessar aðstæður sem að þættu bara ekki boðlegar, sko núna það væri ekki. Kannistu við hvernig það var altså á Vængjunum? Já. Sem braut ísinn af. Sko, já, það var gúmi bara sem var uppblásið. Mátti að sprengja, sko. Og þá varð eiginlega ísinn að vera ákveðið þykkur, svo hann hrykki af, sko. Annars vildi hann bara teygja úr því. Ef hann var þess gerðar, sko. Og það var, svo átti það til, sko, að fara upp á vanginn úr því. Ég held að það voru ísingavarnir á Vangjónum, það voru ísingavarnir á mótorunum, þetta loft bara, og það var eina sem ég aldrei var við að klikka, það var hraðamælirinn, sko, þessu tjúpanni þar voru þetta að hitta líka. Já. Þið hefðu ekki að fengið það illa ef þeir klikka og þá var hraðamælslaus. Já, þá hefðu við nú farið í hafið, sko, ef við hefðum ekki haft, held ég veit það ekki. Nei. En skrúfurnar, sko, þær voru með flæði. Já. Og og svo var alltaf öðru hvort, sko, þegar það var að brotna af þeim og þær lendi í skrokknum. Það var alveg svakaleg mikil högg, sko. Og meira segja voru nú varnir á skrokknum undan skrúfunni. Já, til þess að þar var gott að ég það tvöfalt skyndilega. Það sem að háð okkur mest þarna í sambandi veður, hvort það var í ísingu og þrumuský og annað, að vera alltaf radarlaus. Við vissum aldrei neitt hvað var framundan, hvort við vorum að komast útur í eða fara inn annað en þá verra. Það var rétt. Það var sem að háð okkur mest og það var mikill bara bilding þegar radarinn kom. Og ég tala nú eftir þegar maður var komin á þotuna og gæti farið upp fyrir allt saman. Næstum því. Algjör bilding. Skulum við segja. Einu sinni urðum við það bil 3 tímum á eftir flugáætlun frá Gandir hingað til Reykjavíkur. Pældu í því. 3 klukkustundir sem við urðum á eftir plani. Við vorum, lendum vöfum, lægðin átti að vera það langt fyrir norðan okkur að við áttum að fá allavega með minnir að plani hafi verið eitthvað bara svona 8,5 tími eitthvað svona, nokkuð góður tími frá Gandir hingað. Já, nú lengi. Það var anskotið langt. Það var eitthvað svona 8 tíma. Já, þið hafi ekki mikið, hafi ekki haft neitt veðmynd þá. Nei, ekki planir, bara hljóðaði upp á svona, nokkuð góðan. Já, því mér minnir, við höfum svo iðulega verið 8 tíma hér, altså frá Íslandi til Gandir, og svona 6 tíma til New York. Já. Það var mjög eðlilegt, en þetta var frá Gandir hingað og planið var einhverstaðar 8 tímar, það breytir ekki því, en við töpuðum einum 3 tímum
á planinu heim, lentum sko, þá var lægðin suður á okkur og við vorum að berjast í mótvind, öfugum megin í henni og og það var ísing og svo mikil statik að það náðist hvorki eitt né neitt, alltaf á kafi í skýjum. Og ég man hvað við vorum ánægðir þegar að loksins að við komum út úr þessu og náðum þarna vitanum frá skal ég segja þér frá Keflavík og útvarpsstöðinni, hún var svo ansans ári sterk sko og þá vorum við komnir veg allrar veraldar og verðum að snúa í átt til landsins og lentum eftir alla þennan tíma, ég man ekki, þetta nú í bókinni. Það var sérstaklega fjárkonum sko, eins og þau segja, og rétt hvað við vorum mikið í á 12. tíma. Já, og mikið í skýjum og ef það var mikil úrkoma, þá vildi, við vorum með, hvað hét? EDF? Nei, navigation tæki sem við vorum með. Já, Lóranin, já. Það var lítið skóp svona bara og það gætu orðið bara allt saman bara hvítt, þeir sá ekki á það. En á strandinni við Nýfundnaland, þar var búið að setja margar svona hlið allstaðar sko, sem þú varst að koma í. Þú varst með Við vorum senda móti, vélarnar á móti okkur. Þú varst með plan og clearance á ákveðið hlið inn til þeirra. Já, identification zone. Já, Canadian Defense Zone. Já, Defense, identification zone. Og það kom yfirlega fyrir að við vorum dálítið skakkir þar. En það var ekkert að ráða við það var ekki nokkur leið. Nokkur lifandi leið, það var ekki gett. Nei, á þess að fara meira út í þá sálma hvað þetta veður og ísing gat verið alvarleg, að það sýndi sig best þegar við Magnús lentum í því árið, lentum á Vatnajökli. Það var út af ísing og óveðri bara. Já, hífandi.